Verið velkomin í kaffispjallið. Við ætlum að fá reglulega til okkar góða gesti og hingað er komin Ingi Rafn Ólafsson sem tók í byrjun árs við framkvæmdastjórastöðu yfir prenthluta starfsemi Van IFRA sem eru alþjóðasamtök fjölmiðlafyrirtækja. Vertu velkomin Ingi Rafn. Takk kærlega fyrir það. Gott að sjá þig, þótt þú eigir eiginlega að vera út í Þýskalandi, en það ertu ekki vegna kófsins. Já, ég er búinn að vera hérna heima núna síðan 9. mars. Kom heim í alltaf að vera í viku frí. Svo lokaðist allt bara og ég hef verið hér og unni hér bara síðan. Segðu mér aðeins frá þessum samtökum sem eru rekin í 5 löndum, er það ekki? Og meðlimir 3000 talsins? Já, við erum með 3000 fyrirtæki í 120 löndum reyndar. Meðlimafyrirtækin eru 120 löndum en við erum með starfsemi í 5 löndum. Og svo erum við líka með starfsmenn víða heim sem eru verktakar hjá okkur. Þannig að þetta er svona alþjóðleg starfsemi sem að tegi sig víða út allt. Og hvernig er það? Því að nú veit ég að tilstóð að fjölskyldan, hún myndi flytja til þín til Þýskalands og þetta er heilmikið mál að flytja sig á milli landa og að taka við svona stóru starfi. Hvernig hefur þetta farið? Þetta hefur náttúrulega allt svona farið á svolítið annan veg með COVID. Að við ætluðum að fara í sumar, fjölskyldan, en við höfum ýtt í allavega til áramóta út af þessu COVID-dæmi. Því nú er bara allt búið að vera lokað út í Þýskalandi til dæmis og verður lokað eitthvað fram eftir sumri og allt í hægagangi og í rauninni fyrirtæki ekki að taka á móti neinum í heimsóknir og þannig að við höfum bara sett allt á hold fram til áramóta með flutning. En ég mun örugglega fara út í þá kannski svona styttri úthöld að hitta fólk og náttúrulega samstarfsmennina sem við höfum bara hist á Zoom-fundum. Já. Það eru óteljandi Zoom-fundir og undanfarið. En þú hefur samt haldið úti góðu starfi og ég sótti til dæmis vefráðstefnu sem var mjög fróðleg og þar sem að ég fékk að heyra frá framleiðslustjórum að ég held úti í Ítalíu og í Asíu, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Það er rétt. Já, þetta var mjög fróðlegt og þú hefur haldið nokkra svona veffundi. Ég er búinn að halda þessi webinur, 6 webinur frá byrjun í rauninni. Við heldum fyrsta 19. mars sem var í rauninni bara viku eða rétt 10 dögum eftir ég kom heim og þetta var svona viðbragð hjá okkur til þess að bara bregðast við ástandinu. Og við sáum bara að það var gríðarleg þörf á því að þessir aðilar sem voru að vinna þessi mál vildu fá að vita meira hvernig hinir var að gera hlutina. Og þar af leiðandi fengum við aðila frá Ítalíu sem var náttúrulega eitt af þessum löndum sem var svona fyrst til þess að lenda illa í því og Hong Kong. Þannig að við fengum aðila frá þessum 2 löndum til þess að segja svona hvernig ástandið hefði verið og til hvaða að bragða var tekið til þess að bregðast við þessu. Og svo heldum við aðra 5 fundi sem voru á svipuðum nótum. Líka töluðum við Birgja sem hvernig hafa þeir verið að breyta sínum leiðum til dæmis að koma efni til blaðana. Þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og ég sá á þessum veffundum hversu verðmætt það hlýtur að vera að halda út í svona starfi. Af því að þessi þekking sem að fer á milli og sem þeir eru að deila, hún er mjög innihaldsmikil. Algjörlega og það styrkir okkur alveg í því að þetta tengslanett milli framleiðslustjóranna því við náttúrulega fyrst og fremst, ég er að horfa á þann hluta innan Van IFRA að tengja framleiðslustjóranna og Birgjana í þessum bransa og það er mjög verðmætt og þeir finna það alveg að framleiðslustjórarnir, þeir eru ekki í neinni samkeppni sín á milli af því þetta eru einn í Svíþjóð og annar á Ítalíu og 3. í Belgíu, 4. í München og þannig að þeir eru út allt. Og heimurinn náttúrulega hefur minnkað með þessu líka. Þeir sjá það að heimurinn er minni þegar þú getur átt tengst í gegnum eins og Zoom. Þannig að þetta er svona fært fólk nær hvort öðru líka, klárlega. Og hver eru svona tækifærin, finnst þér, framundan í þessum iðnaði? Fjölmiðlar eiga náttúrulega bara gríðarlegt tækifæri framundan í heimi falsfrétta. Og mér finnst bara fjölmiðlar bara verða að standa vaktina til þess að passa upp á þjóðfélögin í heiminum. Og ef við værum ekki með almennilega fjölmiðla, hvar værum við þá? Við erum með mjög góða fjölmiðla út allan heim í þessum
allavega okkar meðlimi og bara sjáum út hallan heim eru mjög góði fjölmiðlar sem hafa staðið vaktina núna í COVID, með Trump, með Johnson, með öllum þessum aðilum sem við vitum ekki alltaf að segja satt og rétt frá. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa sterka fjölmiðlaflórur sem stendur vaktina og passar upp á að það séu almennilegar fréttir og sannreyndar fréttir. Og það er, ef þú treystir fjölmiðli þá ertu bara í góðum málum, held ég. Þú ert bæði með fagbakgrunn, þú ert með sveinspróf í prentsmíð og svo ertu líka með svona þú ert markaðsmaður. Já, ég tók svona snúning á miðjum ferli. Þegar ég var framkvæmdastjóri Prenthæknistofnunar þá hætti ég og fór til Edinborgar og tók MBA-nám. Og eftir það nám fór ég að vinna hjá Hvíta húsinu, og var þar í markaðsmálum og fór svo að vinna hjá Háskóla Íslands líka í markaðsmálum og er svona kannski markaðstengjandi og finnst gaman að markaðsmálum og svona hefur verið gaman að tengja þetta tvennt og eins og endurmenntunina, hvernig við vorum að markaðssetja hana og hvernig við vorum að koma hlutunum á framfæri. Það er mjög spennandi. Og nýtist þér þessi bakgrunnur ekki vel í þessu nýja starfi? Reynir ekki svolítið á einmitt að tengja saman bara mjög ólíka aðila úr ólíkri menningu og þetta er svona hlýtur að vera bakgrunnur sem að... Já, öll reynsla nýtist og bara alþjóðleg reynsla líka. Ég var talsvert í alþjóðlegu starfi innan Iðunnar og það að hafa verið í námi líka. Ég hafði verið náttúrulega í Edinborg og svo var ég í Bandaríkjunum líka í BS-náminu mínu. Það nýtist líka að svona þekkja til erlendis og svona bara kannski aðeins meiri innsýn inn í menningarheimana. Já. Okkar MBA-námi til dæmis vorum við með 70 nemendur frá 50 löndum. Þannig að það var ýmsir svona menningarheimar að rekast á þar með alls konar niðurstöðu og þá þurfti maður ofta að fara í einhverja málamiðlanir sem maður hafði aldrei séð áður. Þannig að það er mjög spennandi að geta unnið með fólki víða sem er að gera mismunandi hluti en svona reyna að ná svipaðri niðurstöðu. Og fjórða iðnbyltingin, hvernig mun hún svo hræra í þessum potti? Hún er náttúrulega búin að vera, prentiðnaðurinn var kannski með þeim fyrstu greinum að fara inn í fjórðu iðnbyltinguna. Og prentiðnaður hefur alltaf verið svona grein sem hefur tekið kollsteypur og fólk í prentiðnaði hefur til dæmis þurft að læra endurmennta sig mjög reglulega. Og það er í rauninni alveg aðdáunarvert hvað fólk hefur gert það og hvað hefur tekið hlutunum með miklu æðrileysi með þessar breytingar allar. Þú átti við að jafnvel engin önnur stétt sé að aðlögunarhæf? Ég myndi segja það og ég líka bara eins og gegnum COVID að fólk held ég sá svolítið hvað það getur. Þú veist, allt í einu lestur heima í íbúð með tölvuna þína og þú þarft bara að halda veffund og þú þarft að halda ráðstefnur og gera alla hluti bara innan úr svefnherbyggi. Og þetta gerir maður bara. Ég held að fólk hafi séð að það getur miklu meira heldur en það heldur. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Og hvernig er starfsaðstæðan þín úti? Starfsaðstæðan, ég er staðsettur sem sagt í Frankfurt og við erum 25 á þeirri skrifstofu og það er fólk sem er að sinna vefmálum, sem er að sinna frjálsræði fjölmiðla líka. Við erum með sýningahald talsvert, höldum mikið af viðburðum. Ég er til dæmis núna að skipuleggja stóran viðburð sem verður haldinn í Frankfurt í haust, í október. Og við svona bindum vonir við að hann verði haldinn. Það er allavega hann að búið að segja bókamessan verði haldinn, þannig að sem að gefa okkur mjög jákvæð teikn loftið það. Og svo erum við með fólk bara í ýmsum stöðum þarna hjá okkur. Hvað mun þessi stóri viðburður snúast? Það verður, hann heitir World Printers Summit og það er rauninni svona tengslanet aftur framleiðslustjórana og byrgjana. Og þetta helgast að því að í gegnum tíðina hafa þessar tvær stéttir eða þessir byrgjar og framleiðslustjóra hist alltaf einu svona ári á eitthvað sem hét Expo hjá okkur í gamla daga sem var sýning og þar var samið ýmsa hluti, það var til dæmis alltaf samið pappírsverð og nú eru þeir að hittast til þess að semja og bara nú langar fólki hittast. Við heyrum það alveg bara eftir þetta að fólk vill hittast. Og framleiðslustjórar þurfa stuðning. Heldur að til dæmis að framleiðslustjórar hér á Íslandi hafi nægan stuðning, svolítið einangræðir hérna? Klárlega einangræðir og þess vegna viljum við að við hvetjum alla til þess að koma út og hitta
kollegana í svona, á svona viðburðum og draga það út einmitt frá ýmsum stöðum. Já. Og það við sjáum það alveg að þú veist að þeir eru Til að sjá stóru myndina. Já, og hitta kollegana. Já. Hitta kollegana og finna að það er miklu meira sameiginlegt heldur en ekki. Að því menn eru að nota svipaðar, kannski prentvélar eða svipuð tæki og eru að kaupa svipaða hluti og geta skipst á skoðunum ýmsa hluti. Já. Fyrir hverju ertu svona mest spenntur í þessu starfi? Hvað var það sem að svona hafði úrslita áhrif? Ég held að það heilla mig mest þessi tengsl, að tengjast fólki víða úr heiminum og ná að tengja mismunandi hópa til að ná sameiginlegu markmiði. Já. Ég finnst það svona hafa verið, og það hefur verið svolítið gegnum gangandi hjá mig líka í bara mínu starfsferli, tengja fólk. Þegar ég var á háskólanum þá var ég í rauninni að kynna markaðsmál fyrir vísindamönnum. Já. Og margir hverjir voru mjög lokaðir fyrir vísindum, fyrir markaðsmálum í upphafi. Já. Sagði bara markaðsmál er ekki fyrir mig. En svo náttúrulega bara áttu þess að því að þeir þurftu að kynna sínar vísindi. Þeir þurftu að kynna rannsóknirnar sínar, þeir þurftu að kynna fyrir fólki hvað þeir voru að gera. Og þá fóru þeir svona opna augunum að það væri kannski ekkert svo vitlaust að taka vídeo eða vera með færslu á Facebook. Allavega að segja fólki frá því hvað þeir voru að gera. Þannig að það hefur alltaf heillað mig. Ég hlakka til að fylgjast meira með ævintýrunum úti og ætla svo sannarlega að fylgjast með viðburðunum sem að verður í haust og ég vona að þið gerir það líka. Og takk kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Takk.